Þú ert að hlusta á aðra Mósebók úr Biblíunni, heilagri ritningu. Lesari er Arnar Jónsson. Önnur Mósebók, Exodus, er hluti af Gamla testamentinu. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. Önnur Mósebók. Brottförin frá Egyptalandi. Fyrsti kafli. Þetta eru nöfn sona Ísraels sem komu til Egyptalands með Jakobi. Hver sig hafði komið ásamt fjölskyldu sinni. Rúben, Símeon, Leví, Júda, Ísakar, Sebúlon, Benjamín, Dan, Naftali, Gad og Asser. Þetta voru allir niðjar Jakobs 70 manns, en Jósef var fyrir í Egyptalandi. Síðan dó Jósef, allir bræður hans og öll sú kynslóð, en niðjar Ísraels voru frjósamir, svo að þeim fjölgaði. Þeir margfölduðust, eldust meira og meira og landið varð fullt af þeim. Nýr konungur sem ekki hafði þekkt Jósef komst til valda í Egyptalandi. Hann sagði við þjóð sína: Takið eftir, Ísraels þjóðin er fjölmennari og öflugur en við. Við skulum beita hana kænsku svo henni fjölgi ekki meira. Komið til ófriðar gætu Ísraelsmenn jafnvel gengið í lið með fjandmönnum okkar og barist gegn okkur og síðan yfirgefi landið. Þá settu Egyptar verkstjóra yfir þá til að þjaka þá með kvaðavinnu og þeir urðu að reisa birgðaborgir, Pítóm og Ramses, handa Faraó. En því meir sem þeir voru þjakaðir, því meir fjölgaði þeim og þeim mun meir breiddust þeir út, svo að Egyptar tók að óttast Ísraelsmenn. Þeir gerðu því Ísraelsmenn að þrælum og beittu þá hörku. Þeir gerðu þeim lífi leitt með þungri þrælavinnu við leir og tígulsteina og allskyns vinnu á ökronum og með öllum þrældómi sem Egyptar þjökuðu þá vægðarlaust með. Egyptalands konungur talaði síðan við hebresku ljósmæðurnar. Hét önnur Sifra og hinn Púa. Hann sagði: Þegar þið hjálpið hebreskum konum að fæða, skuluð þið gefa gaum að kynferðinu. Sé barni drengur, skuluð þið svipta hann lífi, sé það stúlka má lifa. En ljósmæðurnar óttuðust Guð og fóru ekki eftir fyrirmælum Egyptalands konungs, heldur gáfu börnunum líf. Þá kallaði konungur Egyptalands ljósmæðurnar fyrir sig og Sample complete. Ready to continue?